ég skal byrja að taka upp, ég man það á annað borð, start recording, þannig að þið vitið það öll að vera að taka þennan fund upp, þannig að þeir sem að missa af honum geta séðan síðar. Þannig að þið gætu mögulega sést í mynd hérna og þið skulle þá slökka á vélinni eða þið viljið ekki lenda í því að sjást í mynd. Við verðum þó mikið með glærur á fundinu. Og kannski Valdi, ég myndi biðja þig að admitta inn á fundin eða þess að þegar það að bætast við á leiðinni. En ég heiti þess Hildur Ingvarsdóttir og skólameistari Tækniskólans og ég ætla að deila hérna með ykkur glærum sem við ætlum að fara yfir. Svo inn á milli bara svona sjást. Og meðan ég að deila glærunum þá sé ég ekki ef þeir eru búin að rétta upp höndi eitthvað svoleiðis. Þannig ég þá kannski bara biðja einhvern að kalla fram í svo að ég geti svarað eða einhverju spurningar á leiðinni. Svo má líka spyrja bara í lokin. Við munum þess að ætla að deila þessu. Nú við. Svona, nú það svo að oft erum við að halda bara hreina nýnema fundi, fyrir nýja foreldra. Núna ákvaða að taka svona blöndu af þessu, vildu bara ná til þess að flesta í upphafi annar. Það eru svona 80 nemendur að byrja hjá okkur núna áramóti sem eru undir 18 ára aldri og svo voru einhverjur bara 400 nemendur sem byrjuði í haust sem voru beittu grunnskóla. Já. Hann á ensku, þetta glærur. Fyrirgefðu, takk fyrir. Það var það ég þarf að laga þess. Já. Kæra þakkir, ég ætla að opna hinn bakkan. Það gott að hafa hjálp. Fundur fyrir forráðamenn í Tækniskólanum, hér kemur þetta á íslensku. Svona, þetta betra. Þá að deila þeim. Svona, þannig að þetta svona kynning, þetta verður ekki langt, ég ætla að reyna að fara hratt yfir, svara frekar spurningum í lokin. Í lokin, þetta tekur kannski sirka hálftíma, vonandi ekki mikið meira, þá getið þið farið inn á fund eða svona fyrirspurnatíma hjá þeim skóla sem að ykkar barn í. Við skulum útskýra það eins betur á eftir. Þetta dagskráin, ég aðeins búin að umræðinni frá því sem kom fram í póstitlekkar, maður að farið í bara hagnýtar upplýsingar í upphafi annars. Svo eru hérna Anna Ósk og Benedikt með okkur til þess að fara aðeins yfir stuðning við nemendur. Valdi félagsmálafulltrúi ætlar að afsaki þá standa 1, 2, 3, 4, 5 en ekki 1, 2, 2. Ætlar að ræða aðeins félagslífið og svo erum við með fulltrúa foreldraráðs, það Aldísi og Júlíu sem ætla að fjalla aðeins það og svo plássur í fyrirspurnir og sömuleiðis hægt að þá svissa yfir í svona undirskóla tíma. Aðeins Tækniskólan vegna þess að þetta getur verið pínu flókið og sérstaklega fyrir þá sem að koma nýir inn. Í Tækniskólanum eru alveg rúmlega 3000 nemendur þegar allt talið og svona rúmlega 2000 sem eru hjá okkur á daginn og við skiptum skólanum niður í undirskóla. Þannig að ef barnið ykkar að læra eitthvað tengt húsasmíði, málun, pípulagnir, veggfórn og dúklögg, tækniteiknun, múraræðin, húsgagnasmíði eða húsgagnabólstrun, þá viðkomandi byggingatækniskólanum. Þannig að í rauninni alltaf byggja eitt hús þar nema rafeingreinarnar sem eru í raftækniskólanum. Það auk þess kennd hljóðtækni og kvikmyndatækni, auk rafeingreinarna. Og ég ætla að sýna ykkur andlitin jafn óðum. Gunnar skólastjóri byggingatækniskólans. Helgi Páls skólastjóri raftækniskólans. Svo erum við hönnunar og handverksskólans. Það hönnunar og handverksskólan, afsakið. Það hún Sandra skólastjóri. Þar það sem við segjum frá toppi til táar, hár, gull og föt og skór stöku sinnum og og svo hönnunar og nýsköpunarbraut. Jónadís leiðir svo tækni menntaskólan. Þar K2, náttúrufræðibrautir, auk þess starfsbrautir og íslenskubraut fyrir þá sem að hafa íslensku ekki sem móðurmál. Eða sem sagt ekki búin að læra íslensku, nóg vel til þess að geta stundað nám á íslensku hjá okkur. Kristín Þóra yfir upplýsingatækniskólanum, það kennt bókband, grafísk miðlun, ljósmyndun, prentin og það tölvubrautin sem ansi stór.
Svo það Víglundur og hann leiðir vél og skip, eins og við köllum það. Það eru kenndar véltæknigreinar, bálmyngreinar, skipstjórn og flugvirkjun og svo erum við að fara af stað með nám í jarðvirkjun. Og svo að lokum það hún Ragnhildur sem leiðir Tækniakademíuna. Tækniakademíuna meira og minna nám á 4. þrepi sem svona eiginlega á háskólastigi. Þar meistaraskólinn fyrir iðnmeistara, svo stafræn hönnun og vefþróun og auk þess þar undir endurmenntunarskólinn. Þannig að það ólíklegt að það sé einhver undir 18 ára aldri sem að þessi fundur miðaður að í Tækniakademíunni. Og ég heiti Hildur og er skólameistari og þetta Guðrún Randalín sem aðstoðarskólameistari. Náttúrulega þeir sem að ykkar nemendur hitta mest sjálfsögðu kennararnir, en þeir eru 200 og ég ætla nú ekki að byrja að mynda þeim öllum núna, en svona sameiginleg andlit sem kannski margir eiga eftir að hafa samskipti við, það eru námsráðgjafahópurinn okkar, Anna, Þórdís, Halla, Sigurjóna og Inga Jóna. Anna einmitt með okkur í dag. Inga Jóna aðal í Hafnarfirði, Sigurjón aðal á Háteigsveginum og Anna og Þórdís og Halla eru mest á Skólavörðuholtinu. Og svo það Benedikt sálfræðingur, hann fer á milli húsa. Valdi félagsmálafulltrúi, hann fer líka á milli húsa. Svo Guðlaug forvarnafulltrúi, hún á Skólavörðuholtinu. Þannig að afsakið rosa hratt, þið getið skoðað upptökun og farið aftur yfir þetta. En það sem ég vil eiginlega bara sýna með þessu að þið eru miklu kannski oftar í samskipti við skólastjórana en mig og Guðrúnu. Ekki það með að allir hafa samband við okkur, en skólastjórnir vita oft meira málið sem tengist einstökum greinum. Svo vil ég benda á vefinn okkar, hann náttúrulega Hafsjór upplýsinga, hann líka á ensku að miklu leyti, hann hnappur upp í hægra horni þar sem þetta velja ensku og þar hægt að skoða ýmislegt dagatalið og matseðilinn og flett upp starfsfólki og hvernig fyrirkomulag á ýmsum hlutum og námsbrautir eru uppbyggðar. Vefurinn allt í stór og mikill, okkur þykir örugglega eflaust misauðvelt að leita að honum en við erum alltaf að reyna betur bætan og allar tillögur hvernig við getum gert hann betri eru vel teknar. Nú, fyrir þá sem eru nýir, þá höfum við núna í þetta 3. önnin sem við keyrum skólan á svokölluðum spönnum að miklu leyti, ekki alveg, en við erum í mörgum fögum að skipta önnin í 2. Og við byrjuðum á þessu fyrir ári síðan þegar við sáum fram á að vorum að reyna í rauninni láta færri hittast út af COVID, en jafnframt höfðum mikið áhuga að prófa að keyra á eins og margir skólar víða veröld að vera ekki með svona langar annir heldur að kenna færri fög í einu og í skemmri tíma og þá klárar við bara ákveðin part á miðri önn og þau hefur bara gefist almennt vel, misvel eftir fögum og þetta bara í þróun, en allavega á þessari önn það þannig að önnin skiptist í 2 spannir í flestum fögum, ekki alveg öllum. Það gildir þó sama skóladagatal hjá fyrir hvort sem að viðkomandi á önn eða spönn og fyrir spönninni líkur 4. mars. Margir eru búnir aðeins fyrr, það fer bara eftir því hvort þeir eru búin að skila til verkefnum, hvort það þurfa að taka einhverja endurtektarpróf og svo framvegis. En 7. og 8. mars eru vetrarfrísdagar. Þá dagar sem eru mánudag og þriðjudagar bara skólinn lokaður og nemendur alveg í fríi. Svo hefst seinni spönnin og henni líkur 17. maí. Þetta skóladagatal auðfundið á tskóli.is. Í því ljósi að fyrir þá sem ekki eru búin að kynna spönnunum, að það er rosalega mikilvægt að byrja strax að vinna vel. Ef ég horfi á til minnar æsku og míns náms í framhaldsskóla, ég gerði eiginlega ekkert fyrstu 2 vikurnar. Ég bara kom mér yfirleitt ekki í gang. En þegar að við þjöppum námsefninu svona saman og erum að kenna það alveg 8 tíma á viku, að þá koma fyrir próf og fyrir verkefnaskil og svo framvegis og bara mikilvægt að byrja strax að vinna vel. Þá verður þetta allt svo miklu auðveldara. Nú 14. til 18. mars þá valvika í þeirri viku og það sendur út póstur þetta þegar nær dregur og umsjónarkennarar mín aðstoða liðsina þeim sérstaklega. En ef að
fyrir með barn sem vil skipta braut, hefur áhuga á að stunda nám í einhverju öðru fagi eða á undirbúningsbraut og vil sækja brautaskipti yfir á hérna yfir á til dæmis úr undirbúningsbraut í rafvirkjun upp í eða fyrir rafvinir og á grunnbraut rafvina, þá þarf að gera það í þessari valuviku. Og valið það tekur alltaf til beggja þá spanna, þess að alls námsins á næstu önn. Við þess rætt yfir og áfram. Íþróttir í tækniskólanum. Ég vil ræða þetta sérstaklega vegna þess að við búum ekki við mikla og góða íþróttaaðstöðu. Verklegar íþróttir í Hafnarfirði eru hjá World-Class í Dalsunni 1, en á Háteigsvegi og Skólavörðuholti erum við bara með svona 2 fremur litla tækjasali sem eru nýttir til verklegra íþrótta. En það er líka hægt að fara út að hreyfa sig og nemendur geta einnig farið í sundhöllin í Reykjavík og Sund. Og svo er hægt að gera samning íþróttaiðkun utan skólans. Og núna í COVID við hrúum ekki inn haug af nemendum og allir eiga að hreyfa sig í einu. Ég myndi segja að það veri sennilega hvergi bara auðveldar en að stunda einhvers konar hreyfingu en hjá okkur vegna þess að það er hægt að semja eiginlega allt. Er það ekki rétt hjá mér, Guðrún? Jú, eiginlega allt. Eiginlega, en ég meina bara aðalmálið þarf allt og margir nemendur hjá okkur sem sinna bara almennt náminu vel en vanrækja íþróttirnar og eru kannski bara að falla í íþróttum eða koma á síðustu viku og ætla bara að hreyfa sig á einni viku sem er náttúrulega kannski ekki alveg hægt. Þannig að hvetja krakka til þess að sinna íþróttunum, þarf ekki meira til en að fara og hitta íþróttakennaran og gera plan hvernig hreyfingu er sinnt þá önnina sem þeir eru skráð í íþróttir. Nýnemar sem eru að koma á grunnskóla, þeir eiga að vera með fasta íþróttatíma en aðrir eru með íþróttatíma skráðan í stundatöflu klukkan 9:15 á mánudagsmorgnum. Það er bara út af því að það er ekkert verið almennt að kenna 9:15 á mánudagsmorgnum og það þarf að koma þessu einhvers staðar fyrir í töflu, bara upp á ákveðið utanumhald, en það er engin íþróttatíma á þeim tíma. Þetta er bara svo að þetta skilir sér í töfluna þau séu í íþróttum. En það er allir að fá góðar upplýsingar þetta. Það kemur alltaf fyrir að það er einn og einn sem heldur að þessu íþróttir 9:15. Að öllu jöfnu byrjar skólinn hjá okkur ekki fyrir eftir 10 á mánudagsmorgnum vegna þess að mánudagsmorgnar eru nýttir sem fundartímar fyrir starfsmenn og finnst ófáum nemendum bara ágætt að fá að lúra aðeins lengur á mánudagsmorgnum. Og lífið í COVID er síbreytilegt og þetta á eftir að verða allavega hjá okkur held í næstu vikuna. Við erum auðvitað með slatta af nemendum í sóttkví, við erum með slatta af nemendum í einangrun, sumir eru að ljúka, koma aftur inn, aðrir að detta út og við erum öll rosa viðbúin því, starfsmenn og þið vonandi líka á nemendur að við bara reynum að hjálpast að í gegnum þessa önn. Þetta gæti orðið eitthvað skrautlegt en það er mikil áhersla frá yfirvöldum og svo sem okkur líka bjóða upp á semesterstaðnám en á sama tíma þá hvetjum við alla til þess að vera undirbúnir fyrir að eitthvað þurfa að fara í fjarkennslu. Og við erum með feikna mikið það er við erum með sérstakar síður sem heitir COVID-19 sem er þetta efst á vefsíðun okkar í borðanum. Þar undir er bara alls konar svona flýtileiðir sem tengjast ástandinu sem við erum búin að búa við núna næstu því 2 ár og þetta efni tekur bara breytingum eftir því hvernig hlutirnir eru hverju sinni. Þar inni er meðal annars reitur sem heitir tölvuþjónusta og það er alveg urmull af efni til þess að leiðbeina nemendum og ykkur alls konar forrit og það er miklu meira en ég sýni hér og það er bara fullt af vídeóum sem getur bara nýst ykkur bara almennt í ykkar einkalífi ef þið eru að nota ykkur eða vinnulífi og búa til mjög mikið af kennsluefni, hvernig að setja ýmsa hluti upp og vinna með það. Stóra og mikilvægasta málið er að vera viðbúin að geta verið í Teams, þess að fjarkennsla á Teams. Það eru bara vídeó hvernig eigi að setja upp Teams, hvernig eigi að virkja tækniskóla netfangið og það er þarna á að vera til þess að gera einfalt að fara eftir þessu en ef að það koma upp einhver vandamál að þá er hægt að hafa samband til tölvuþjónustu. Við erum með öfluga tölvuþjónustu sem ætti að geta liðsinn.
þess að bæta við það að almennt þá segi ég alltaf ef við lendum í tí til dæmis að þetta einhvern veginn að loka skólanum, þá bara ef viðkomandi á snjallsíma þá getur við verið með á Teams. Flestir nemendur búa við það að hafa aðgang að tölvu, en ef að við lendum í því að ef við þyrstum að svissa yfir í fjari einhver tíma, að ef að nemendur hafa engan möguleika á að á tölvu einhvers staðar heima við, þá hægt að fá lánaða tölvu hjá, þá fer það í gegnum námsráðgjafa og hægt að fá lánaða tölvu hjá okkur þess að fá heim. Mér langar bara að nota tækifærið og senda alveg sérstakt hrós núna í upphafi annarinnar fyrir grímunotkun. Ég gekk skólan, önnur myndin tekin í gær og í dag og það bara alveg aðdánavert hvað fólk duglegt að nota grímur. Það ekki, krakkarnir hittast og eru að fá sér að borða, taka grímuna niður eðlilega og þá þau oft líka bara með sínum vinahóp. En inn í kennslustofum á göngum og svona þá það almennt bara mjög til fyrirmyndar og krakkarnir eitthvað eiga bara mikið hrós skilið og ég trúi því að þetta sé stór liður í því að hjálpa okkur að halda skólastarfinu gangandi í húsi. Aðeins ef að ykkar börn, og nú eru örugglega einhverjir foreldrar á fundinum sem eiga börn sem nú þegar hafa verið fjarvinandi í tengslum við COVID, að það eru sérstakar leiðbeiningar á vefsíðunni núna hvernig eigi að skrá ef að bæði það þannig að nú þarf ekki að skila vottorðum fyrir nemendur sem eru þá orðnir 18 ára eða eldri, foreldrar skrá hvort þeir alltaf veikindafjarvistir barnanna sína, en þetta auðveldara en venjulega út af COVID en við byggjum jafnframt að fá upplýsingar þess að þegar það skráði inn og að það sé merkt við ef að það fjarvera vegna COVID og þá getum við sett á kennarana þessar upplýsingar að það sé þarna nemandi sem sé frá í einhver tíma. Og þannig að ég ætla ekki að fara nákvæmlega yfir þessar leiðbeiningar en ef við þurfum að skrá þessar veikindi út af COVID að fylgja þessum leiðbeiningum sem eru inni undir COVID-19 og veikindaskráningar. Ég ætla að gefa Guðrúnu orðið, aðstoðarskólameistara, og hún ætlar rétt að fara á ljóshraða yfir innu upplýsingakerfið okkar. Til þá sem ekki hafa notað það áður. Gjörðu svo vel, Guðrún. Já, sæl og blessuð og gaman að sjá okkur öll. Inna svona bara sama kerfi og eiginlega mentor úr grunnskólanum, þannig að þarna eru allar upplýsingar inni sem snerta nám nemandans. Bara stundatafla, verkefni, einkunnir, námsferill og fleira. Og það svona, ég bara hveti ykkur að skoða þetta. Þarna líka að koma tilkynningar frá kennurum varðandi bara hvað að gera í tímum og slíkt, þannig að bara fylgist með. Það bara mjög gott. Og þarna skráið líka veikindi. Þið sjáu ef við horfið að hægra megin á skjáinn, þá að skrá veikindi og þá gerið það þar. Og bara, já. Og eins og Hildur kom inn á núna geta allir, ef nemandi yngri en 18, þá eru forráðamenn sem skrá veikindi. Ef hann eldri en 18, þá geta allir gert það núna, en vanalega í svona venjulegu árferði, þegar allt venjulegt, þá þarf að framlengja aðgang á innu. Því að forráðamenn eru bara með aðgang á innu til 18 ára aldurs. Eftir það lokast, en ef þið viljið sjá innu og allt áfram, þá verður nemandinn að gefa ykkur leyfi. Þannig að það líka, er það ekki næstu glæru, Hildur? Jú, og sem sagt, ef að nemandinn orðinn 18 ára, þá lokast það innu. Já, en hann getur skráð sjálfur veikindi, hann þarf ekki að skila vottorði. Það það sem í venjulegu árferði þarf vottorði fyrir lengri veikindi, en ekki núna. Og eitt sem Hildur minntist á varðandi valviku, það kemur þá í þeirri viku 5.000 króna greiðsluseðill í heimabankan hjá ykkur. Og þá það að gefa okkur til kynna þegar þið greiðið hann að nemandinn ætla að halda áfram í skólanum. Ef þið gleymið að greiða þann reikning, þá lítur skólinn á að þið ætla ekki að halda áfram og þá fá nemendur ekki
skólagjöldin. Þá detta eiginlega út, þannig að passi vel upp á þennan 5.000 krónur og þegar börnin ykkar verða 18 að minna þetta fyrir þeirra heimabanka og minna á að greiða. Það gleymir svolítið oft. Og þið gerir, já. Já, gjörðu svo vel. Nei, haltu áfram, þú mátt alveg koma inn í. Nei, gjörðu, þú ert að fara að segja held ég að ég ætla að segja, gjörðu svo vel. Já, þarna sjáum við sko hvernig maður framlengir aðganginn í innu. Það undir aðstandur og breytir þann aðgangur í já. Þannig að þetta eru ekki mjög flókið. Nei, þetta sem sagt þannig að þegar að krakkarnir verða 18 þá dettir því út nema þau séu merki við að þið megið hafa aðgang. Og það þeirra að ráða því og það bara þau sem geta skráð þennan aðgang og þá fáið þið bara áfram aðgang og það eflaust einhverju hérna inni á fundinum sem eiga börn sem eru orðin 18 ára sem eru með þennan aðgang og fá þá svona tilkynningar. Og ég ég segi oft bara, ég á dóttur sem var í framhaldsskóla og ég fekk aðgang hjá henni og við segjum ofta að það bara, okkur þykir ekkert óeðlilegt að þeir sem að búa nú í foreldrahúsum, að þeir leyfi nú foreldrum sínum að fylgjast með þótt þessi orðin 18 ára gömul. Þessi Þórhallur Ísak, bara svo við séum ekki að brjóta henni persónunum endalaust, þetta er sonur hennar Guðrúnar sem að notaði sem sýnidæmi. Og hann var í Flensborg. Já. En ég ætla bara núna að, eitthvað spurningar að svo stöddu? Það kom einn góð spurning hérna á sem að ég hélt að við hefum verið búin að, við höfum rætt allan áður, varðandi að skrá nemanda, þú veist, bara í læknisheimsókn, þess að bara frí í hluta á degi. Við myndum við varum komið með hana, en erum við það ekki? Sko, við erum bara að vinna þetta. Það tekur allt bara tíma, þetta verður valmöguleiki að nemendur yngri en 18 ára geta þá sótt eða forráðamenn hluta úr degi, til dæmis að fara til læknis eða slíkt. Þetta er ekki alveg komið ennþá, þannig að ég hveti ykkur bara ef að nemandinn er að fara til dæmis í ökutíma að senda þá bara á viðkomandi skólastjóra og hann lætur þá skrifstofuna vita þangað til þetta kemur. Þá geta þeir bara látið skrifstofuna vita. Svona tímabundið. Ekki ökutíma samt eða ekki, er það ekki frekar læknisheimsókn? Já, eða ökutíma. Ef það er einhver tíma hlut úr degi, læknir eða eitthvað, jarðaför eða eitthvað, þá bara láta skólastjóri vita enn sem komið er. En við hvetjum þó nemendur til að vera ekki í ökutíma Já. Við viljum ekki að þið missi úr kennslustundum. En kannski kemur það fyrir. Já. Er ykkur önnur spurning komin í tjattinu? Við erum að reyna að vera mjög duglega að svara jafnóðum það sem kemur í tjattinu. Heyrðu, en þá ætlum ég bara að gefa henni Önnu Ósk orðið sem er náms- og starfsráðgjafi hjá okkur. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Ég heiti Anna Ósk og er námsráðgjafi í Tækniskólanum. Ég er sem sagt 1 af 5 námsráðgjafum. Og ég er sem sagt, við erum 3 sem erum staðsett á Skólaverðarholtinu, svo er 1 ráðgjafi í Hafnarfirði og 1 á Hádegisvegi. Og námsráðgjafir eru sem sagt nemendum innan handar ýmislegt sem snýr að þeirra námi og námsframvindu. Og við erum sem sagt fyrst og fremst málsvari nemendana. Mér langar svolítið aðeins að fara yfir sem sagt stoðþjónustuna, nemendaþjónustuna í skólanum og nota til þess heimasíðuna. Það ætla að deila skjánum. Kemur þetta. Sjáið þið núna. Birtist þetta ykkur? Já. Ok. Inn á heimasíðunni tskóli.is er flipur sem heitir þjónusta. Og þar getið þið sem sagt fundið alla stoðþjónustu eða nemendaþjónustu skólans og ég byrja hérna að skoða náms- og starfsráðgjafaflipan. Þá getið þið séð sem sagt að við erum með símatíma, skiptum því niður með okkur og svo eru hér upplýsingar tölvupóst, símanúmer og hvernig við sem sagt bókum tíma. Svona eftir að COVID brast á þá fórum við svolítið meira yfir í það að nemendur þurfa að bóka viðtalstíma í gegnum Innu. Og ég sýni ykkur það kannski örlítið á eftir, hvernig þið gera það. Það er fremur einfalt.
Sjáiði, við förum aftur upp í þjónustuna. Það sem við bjóðum líka upp á er sálfræðiþjónusta og ég mun biðja Benedikt kannski að kynna sig aðeins betur á eftir þegar ég hef lokið máli mínu. Forvarnafulltrúa, félagsfulltrúa og svo höfum við umsjónarkennara sem halda utanum nemendur sem eru yngri en 18 ára og eru að byrja hjá okkur. Og þeir fara inn í svokallaðan hóp á mánudagsmorgnum sem kallast hvað. Og það er svona til þess að hjálpa nemendum hrista hópinn saman, koma nemendum af stað og vera þeim innan handar í öllu þessu praktíska sem er framundan. Aðstoð í námi, við bjóðum sem sagt upp á námsver, heimavinnu aðstoð í námsveri í þessum 3 húsum, Hafnarfirði, Hádegisvegi og Skólavörðuholti og inn á heimasíðunni getið séð hvenær kennari er til staðar í námsveri. Nemendur sem þurfa að skila inn greiningagögnum sem að glíma við námsörðugleika af einhverju tagi, þeir geta skráð sem sagt hvað þeir vilja, það sín sérúrræði sem óskað er eftir inn í gegnum Innu og vali hverju þeir óska eftir, sé það lengdur próftími, upplesinn próf, litublöð og annað slíkt. Og eitt sem ég ætla að fá að segja þarna bara skjóta inn í. Já. Þegar þið skráið þessi sérúrræði, bara ekki velja neinn áfanga. Bara skráið sérúrræði, þá helst það með nemandanum alla skólagönguna. Ef þið veljið bara íslensku til dæmis, þá dettur það út eftir eina önn og þið þurfa að sækja það aftur. Þannig að veljið bara ekki velja neinn áfanga. Þarna sjáið þið hnappinn skrá sérúrræði. Þetta er hnappurinn sem þið ítið á inn í Innu þegar þið óskið eftir sérúrræði og svo þurfa greiningagögnin þá að fylgja með sem sagt að berast til námsvers eða skrifstofu skólans. Sama er ef að bókaður er viðtalstími hjá námsráðgjafa eða sálfræðingi, þá er það líka sjáið þið hérna fyrir neðan panta viðtalstíma. Og þá er bara hægt að velja sér tíma sem hentar og þá færist hann inn í stundatöfluna til nemandans, þannig að hann getur séð hvenær hann á bókað. Við erum með talsvert aukaaðstoð í boði, aukatíma. Þá er það mikið í stærðfræðinni. Við bjóðum upp á vinnustofur í stærðfræði á laugardögum. Við bjóðum upp á jafningjaaðstoð í stærðfræði og það er sem sagt kynnt á heimasíðu skólans hverju sinni þegar búið er að setja í gang ýmiss konar aðstoð. Þá kemur það inn í dagatalið og undir auka aðstoðarflipan inn á heimasíðunni. Þá hef ég lokið mínu máli og kannski Benedikt fá að kynna sig og sálfræði þjónustu skólans. Já, sælverið, þið vonandi heyriði mig núna, ég heiti Benedikt og ég er sálfræðingur. Ég sendi ykkur upplýsingapóst í síðustu viku og vonandi hafið fengið þann öll sömul. Ég sendi sama póst á alla nemendur. Aðalmálið er að allir nemendur geta pantað hjá mér viðtal og það er gert í gegnum Innu og þá farið þessa leið sem Anna var að sýna ykkur rétt áðan. Og þetta er mjög þægilegt og einfalt vegna þess að nemendur geta gert þetta sjálfur. Eins og Hildur nefndi áðan þá fer ég milli húsa og þannig að það er svolítið mikilvægt að þegar verið er að bóka tíma að athuga í hvaða húsi er verið að panta. Það kemur fram í Innunni þegar maður er að panta viðtal. Anna sýndi ykkur líka hvar er hægt að fara inn á heimasíðun okkar og sjá meiri upplýsingar mig og þar er netfangið mitt. Þannig ef að einhver hefur ekki fengið póst eða hefur einhverja spurningar að þá er best að senda mér tölvupóst vegna þess að það er gjarnan þannig að ég get ekki tekið síma en auðvitað má reyna að hringja líka. Ég held að þetta séu aðalatriðin. Það er að allir með að koma til mín og það kostar auðvitað ekki neitt. Jú, eins og hefur komið fram að þá út af þessu COVID-ástandi að þá er hægt að fá fjarviðtal og þá er það annað símtal eða
eða myndspjall en það eru flesti sem nýta sér það að koma til mín og hitta mig. Það er ekkert mál, það er reyndar ekki hægt núna, ég er heima af því sonur minn er í einangrun. Það var bara að greinast í dag og það er svona eins og gengur. En það náttúrulega líður hjá. Ég held að þetta sé ágætt í bili og ég hvet ykkur til þess að hafa samband ef þið hafið einhverjar spurningar og ég svara ykkur um hæl. Takk Benedikt, takk Anna kærlega og þá gef ég kefli til hans Valda eða Þorvaldar félagsmálafulltrúa. Já, Valda nefnir ætlaði að vera að skamma mig. En já, ég heiti Valdi, ég er félagsmálafulltrúi. Ég ætla að reyna að hlaupa bara svona svolítið hratt yfir félagslífið í tækniskólanum. Ég ætla ekkert að vera að fara sérstaklega í hvernig við höfum verið að haga málunum í COVID af því það verður bara list jafnóðum, það er ekkert víst að það verið gert núna eins og það gerst síðast, þannig að við förum bara yfir svona hvernig þetta almennt er. En eins og Hildur fór yfir áðan, þá er þetta náttúrulega aðeins flóknari framhaldsskóli heldur en flestir á landinu sem hvað varðar strúktúrinn og með marga undirskóla og í mörgum húsum og svona. Þá félagslífið hefur verið byggt upp svolítið eins og skólinn sjálfur að það hefur verið nemendasamband sem heldur utan alla stóra viðburði fyrir félagslífið í skólanum. Sama hvað þú ert að læra eða hvar þú ert, þannig að nemendasambandi heldur utan allt sem við erum að keppa í eins og Getur betur, Morfís, framhaldsskólaleikarnir í rafíþróttum, söngkeppni og fleira heldur náttúrulega böll og LAN og alls konar svona viðburðir sem eru bara hugsaði fyrir alla í skólanum. Fyrir utan það þá eru líka með mjög virkt svona klúbbastarf sem hefur blómstrað svolítið í og í kringum COVID að fólk er að átta sig á því að í 2000 manna skóla er auðvelt að finna einhvern sem hefur sama áhugamál um það sjálfur og það er ótrúlega auðvelt að hafa bara sambandi við mig og segja, heyrðu, ég hef áhuga á að stofna klúbb sem er tengdur eins og þetta verið ég myndi að tala um borðspila því ég hef með borðspilasafnið mitt hérna fyrir aftan mig og þá myndi bara sendir út póstur bara hérna það verið borðspilaklúbbur sem ætlar að hittast á 50 dögum klukkan 8 á þessum stað og þeir sem vilja koma geta komið og það hefur bara gengið rosalega vel að koma stað alls konar klúbbastarfi í skólan og kannski svona þeir sem hafa verið virkasti núna í gegnum COVID er eins og D&D klúbburinn sem að spilar Dungeons & Dragons, svona hlutverkaspil. Það eru, ég held að sé í kringum 10 til 12 virkir spilahópar þar sem eru með svona 4 til 6 spilara. Þannig að það er alveg 60 manns að spila Dungeons & Dragons á tækniskólanum og svo eru bara klúbbar sem koma að fara eftir áhugasviðum. Það hafa verið rosalega margir eins og upp í upplýsingatækniskóla. Þar hafa verið haldin klúbbakvöld og þar eru bara koma klúbbar sem vera tiltengdir spilum eða náminu líka. Þannig að þar hefur verið forritunarklúbbur og hitt og þetta. Svo erum við náttúrulega með alls konar félög sem eru kannski heyra ekki beint undir nemendasambandið en eru hluta félagslífinu einhvað síður. Eins og hinsegin félagið Heiður sem hittist einu sinni í viku og er bara svona vettvangur fyrir hinsegin nemendur í skólanum að spjalla og deila upplifunum og bara hafa gaman. Við erum alltaf með leikfélag sem er bara nýbúið að taka ákvörðun hvaða sýning verði sett á sviði núna í kringum páskana og eru bara að fara að halda prufur fyrir það núna á næstu dögum og alls konar náttúrulega málfundafélag sem heldur utan Getur betur liðið og Morfís liðið okkar og svona. Þannig að það er ótrúlega margt í gangi og við höfum bara lagt áherslu á það í svona stórum skóla að ef að nemendur hafa einhver áhugamál þá er ótrúlega mörg tækifæri til að finna einhver sem hafa sömu áhugamál og meira segja finnst mér skemmtilegt að nefna að það voru nokkrir nemendur held ég að hafa allir verið í upplýsingatækniskólanum með allavega flestir sem að stofnuðu svona anime klúbb, vildu horfa á japanskar anime teiknimyndir og til þess að auglýsa þá náttúrulega sendi ég post og sagði að ætlaðu verið að hittast þarna á einhverjum ákveðnum tíma en þegar ég keypti líka auglýsing í strætóskýlinu fyrir utan bæði
húsnæði okkur á Hátegsveginum og upp á Skólavörðuholti, þannig að það hékk auglýsing fyrir Anime klúbb Tækniskólans í Strætóskýli í einhverja 2 vikur sem að mér fannst bara ótrúlega fyndið og skemmtilegt. Og það var bara borgað úr eigin vasa meira að segja. Já, en svo fyrir utan þetta sem að nemendasambandið heldur utanum, þá eru skólafélög og þau hafa verið núna undanfarin ár alltaf tengt hverjum og einum undir skóla og það þannig núna, þannig að nemendur í byggingatækniskólanum eiga skólafélag byggingatækniskólans og nemendur í raftækniskólanum skólafélag raftækniskólans og svo framvegis. En núna á aðalfundi á síðasta ári var þessu breytt, þannig að frá og með næsta hausti þá verða 3 skólafélög sem verða tengd við aðalbyggingarskólana, sem að einfaldar þetta frekar. Þannig að það voru svona meira verið að setja fókusun á að félagslífið sé bundið við landfræðilega staðsetningu heldur en endilega hvað þú ert bara í hvaða undirskóla þú ert. Því nemendur til dæmis í byggingatækniskólanum eru bæði í Hafnarfirði og á Skólavörðuholti og á fleiri stöðum og sama með raftækniskólan. En kannski hentar betur að geta bara fundið eitthvað sem að þú ert með í hádeginu og vilt gera eitthvað með á kvöldin líka. Þannig að já, ef það einhverjar spurningar félagslífið þá bara má endilega dundra þeim á mig og ef þið viljið ekki taka þér hér þá ég með valdi@tskoli.is og þá má endilega bara, númerið mitt á vefnum líka, þá má bara hringja eða hvað sem hentar. Það komið spurningin í spjallfræðum hvort að var eitthvað hægt að fá svona sjá yfirlit yfir hvaða klúbbar í gangi? Sko, það undir félagslífið, en málið bara, þetta svolítið lifandi þessi klúbbar, sko, sumir verða til og eru farnir eftir mánuð eða 2. Sumir eru bara hittast til dæmis einu svona ég veit til dæmis Kálklúbburinn sem hefur verið upp í upplýsingatækniskóla alltaf bara einu svona og þá skráir þið í keppni og sá sem fyrstur að borða heilan kálhaus vinnur og formaður Kálklúbbsins og síðan að skipuleggja næsta hitting hjá Kálklúbbnum. Þannig að þetta alveg bara svona alls konar, en undir félagslífi á vefnum eru svona þeir klúbbar sem hafa verið lengst lifandi. Ég búin að setja inn hlekk í chatið á slóðina. Þannig að, og svo bara að gera að hafa samband við Valda og Valdi líka bara mjög duglegur, þú veist, til dæmis eins og Dungeons and Dragons klúbburinn verður til bara, einhver nokkri nemendur sem voru að leita að einhverju sem hefðu sambærileg áhugamál og þetta byrjar með nokkrum og orðið að 60-70 manna, þá kemur ljós að það bara svo mikil áhugi sem að við vissum ekki af og þannig hefur þetta alltaf félagsstarfið sprottið áfram, en þó ber bara að taka það fram að það náttúrulega allt búið að vera frekar lamað undanfarna 22-23 mánuði, sko, og maður hefur getað haft eitthvað smá og svo ekki neitt en við höfum látið að ganga fyrir núna í haust að litlir hittingar upp í skóla séu í lagi. Þannig að spilaklúbbar geta haldið hist í litlum hópum og svona, en nú aðeins reynda búið að herða á þessi nýju skólareglugerð, þannig að við bara fetum okkur áfram eins og hægt í þessu skrýtna ástandi. Og svo kannski bara verðt líka nefna, við erum ótrúlega stolt af liðunum okkar sem að keppa í hinn og þessu. Við erum með Gettu betur lið okkar fór áfram í gær og við erum ríkjandi framhaldsskólameistari í rafíþróttum og sú keppni að byrja bara núna í næstu eða þarnæstu viku, held ég. Þar sem við erum að spila í 3 töluleikjum, Counter-Strike og Rocket League og FIFA. Og svo erum við náttúrulega að keppa í Morphís líka og æfingakeppnin í gangi núna og ég held að við keppum mánaðamótin á móti framhaldsskólanum á Laugum, þannig að það bara fullt í gangi. En já, ég ætla ekki að taka meiri tíma. Það kom ein spurning hvort það sé látið vita þegar nýr klúbbur stofnar, þannig að nemendur getur það óska eftir að fá að vera með. Já, það sko, þegar klúbbar eru komnir á flug, sérstaklega þegar eins og, það kannski aðeins öðruvísi eins og með Dungeons and Dragons klúbbuna, því þar eru hópandir komnir af stað. Og það ekkert mikið endilega verið að taka í nýja aðila þar, en ef það eitthvað nýtt að fara í gang, þá sendur póstur í gegnum innu og það fer á auglýsingaskjáina upp í skóla líka. En það ekki rétt hjá mér, ef mér langar að koma í Dungeons and Dragons klúbb, þá get ég alveg komið þar inn? Já, þá sendur mér bara póst og við finnum út af því og þá hef ég samband við formann klúbbsins og hún hjálpar okkur að finna réttan hóp og svona. Já. Það almennt félagslífi hjá okkur mjög opið, það ekki mikið einhverja klúbba þar sem að einhverju valdir sérstaklega inni eða svoleiðis.
Það er það ekki rétt hjá með Valdi. Jú, það algjörlega þannig og sama eins og með þessa, þú veist, skólafélögin þó að skólafélag, þessu upplýsingatækniskólan sem var mjög virt að vera með alls konar viðburði, þeir voru ekkert að spyrja þá sem voru að mæta hvað ert að læra. Þú bara komst og ert með, skilurðu. Og þau eru líka mjög dugleg að bregðast við þess að vera með samskiptin í gegnum Discord og eitthvað svona í gegnum netið núna og eru rosa sjálfbær í að auglýsa félagslífið sitt þannig. Þannig að eins og allt sem er í gangi hjá ENIAC sem er skólafélagið í upplýsingatækniskólanum, það er allt bara auglýst hjá þeim á Discord. Þú veist, ég sendi pósta líka en þau eru miklu meira að skoða hvað er að gerast á þessum Discord-server heldur en því sem ég er að segja. Það sendi ykkur tölvupóstum. Og ef einhver veit ekki hvað Discord er, þá veit ég það ekki heldur. Þannig að bara... Það er bara svona... Það er eitthvað sem tilheyrir einhver annari kynslóð. Já, þetta er bara svona eins og Teams eða hvað sem er, bara svona alls konar spjallherbyggi og þú veist, Teams eða yrkið eða hvað þú vilt kalla það. Þetta er bara svona samskipta vettvangur, sko. Já. Kærar þakki Valdi, þá ætla ég að gefa Aldísi og Júlíu sviðið. Ég skal deila glærunum sem hún Júlía, það er kannski smá formál á því hjá okkur þegar ég byrjaði, ég er búin að vera í tækniskóla núna í bráðum 4 ár. Þegar ég byrjaði voru leifar að einhverju foreldrafélagi sem að þeir voru það einhvern veginn bara hálfdó eða var dáið og nemendur hætta á þetta einhvern veginn var ekki sjálfbært og hélt sér ekki og við erum að reyna að íta trukk í það núna. Við séum með foreldraráð og við séum með visst foreldrafélag. Við þurfum ekki foreldrafélag sem að safnar pening til þess að halda fyrirlestur eða foreldrafélagi fær hugmyndum að fá einhvern fyrirlestur inn, þá bara græjum við það. Þannig að þetta er ekki allavega fyrir okkur, við þurfum ekki fjárstyrki, en allt bætt samtal og samstarf við foreldra og ykkar hugmyndar fá njóta sín fögnum við. Þannig að ég ætla að gefa bara Aldísi og Júlíu og deila glærunum sem að þær sendi mér. Gjörðu svo vel. Jæja. Aldís, ertu þarna? Heyrið í mér? Já. Gæti verið á mute. Já, heyrim í þér. Já, heyrið í mér, ok. Ég Júlía, Aldís lítur að vera einn einhvers staðar, við ætlum eiginlega bara svona að taka það svolítið saman. Aldís? Já, ég var á mute. Ok. Heyrðu, þetta er náttúrulega bara hóst með því að við ákváðum að stofna þarna, eða Hildur kom með þessa hugmynd að stofna foreldrafélag tækniskólans eða endurvekja eitthvað og við fórum í þetta saman og við erum nú staddar á sitthvorum landshlutanum en okkur hefur gengið mjög vel að vinna saman og vettvangur semst fyrir foreldra og forráðamenn, þetta er eiginlega bara tilgangurinn að við getum átt samskipti okkar á milli og það eru allir foreldrar sjálfkrafa meðlimir í foreldrafélagi tækniskólans. Og kannski ættir eiginlega að taka fram foreldrar ósjálfráðra barna. Og foreldrafélagið, það er eins og kemur þarna fram að við höfum stofnað síðu, bara Facebook síðu, sem að búið að senda á stjórnendur og við ætlum bara að biðja stjórnendur að senda bara tölvupóst með síðunni eftir fyrirlesturinn og eða komin einhvers staðar fyrir þar sem að hægt er að nálgast hana þannig að allir geti þarna bara komið inn í þetta er bara svona, þetta er mjög einfalt og já, Aldís, vilt þú taka næstu glæru? Já, ég skal gera það. Já, við erum tvær í foreldraráði eins og og viljum endilega fá fleiri og við erum að starfa með skólastjórnendum og ætlum svona, já, að hafa fyrirlestra sem væri þá góðir fyrir nemendur og foreldra og við erum að ákveðna hugmyndir svona og viljum gjarnan heyra hugmyndir frá ykkur hvað þið haldið að þið myndu vilja heyra fjallað eða börnin ykkar. Svo svona í bígerð að búið til handbók
þannig að það getur svolítið svona á kannski, auðveldan hátt þegar að barnið maður byrjar eða maður að reyna að finna út úr hlutunum í nýjum skóla að fundi þá bara, þetta virkar svona og þetta vaninn og svona hann við fundum það báðar að við vorum stundum svona, ég var til dæmis stundum að hringja bara í skólan og bara, ég veit að þetta er örugglega einhvers staðar á heimasíðunni, ég er ekki að finna það, sko. Við getum það. Og bara endilega, ef þið hafið áhuga að vera í foreldraráðinu, þá bara hafa samband og þetta er ekki, ég myndi segja að þetta taki ekki mikinn tíma, þetta er meira bara svona, þetta er ekki eins og í grunnskólanum þar sem maður stundum, sem getur stundum, hefur tekið stundum mikinn tíma, en við erum meira bara svona, kasta bolt á milli, spjalla, heyra, þú veist, hvað er frétta þínum, er eitthvað sem að honum finnst eða henni, nemandanum ekki kannski ganga nógu vel eða vera frábært og eins að foreldrarnir að við svona, ég er ekki alveg, ég veit ekki alveg hvað hann er að tala þegar hann talar þetta eða hún segir þetta og þá getum við mögulega verið bara með fyrirlestur eða eitthvað. Og út frá samstarfinu eða samtölunum á milli okkar Aldísar, þá, endilega fara á næstu glærumynd, þá var þessi Facebook-hópur til. Að við vorum eitthvað vesinast og förum að spjalla og við bara gerðum þetta allt saman bara í gegnum Messenger. Að við ákváðum að búa til þennan sameiginlega vettvang og þessi síða er búin að stækka mjög hratt og ég er strax sjálf búin að fá bækur þarna fyrir strákinn minn og það sem var kannski svo þægilegt við það er að þeir hittust bara í matsalnum. Það þurfti ekki að skreppa eitthvað annað, það bara, hittu upp í matsal klukkan 10 og þeir skiptust á bókum. Þannig að endilega hvetja alla til þess að, eins og ég segi, hann stækkar ótt hópurinn þarna eru bæði nemendur sem eru komnir kannski á annað ár að losa sig við fyrstaársbækurnar sínar og þá fyrstaársnemar að leita bókum og svo koll að kolli. Þannig að bara endilega koma þessari síðu eins langt og við mögulega getum, sko. Gætu kannski sett þennan link inn í chatið, þannig að fólk komst í það þar? Já, það er ekkert mál. Hildur, gerir þú það ekki bara? Jú, ég er að sjá hvort ég get ekki kópar hann inn út. Já. Svona og svo afdeili ég og fer inn á chatið og þá er hann kominn hér með. Þannig að þið sjáu þetta, ef einhver sér ekki chatið þá fer maður þarna efst upp hægra megin og það sem er svona eins og svona blaðra, talblaðra og þá sjáu þið það sem er hægt að skrifa athugasemdir og svoleiðis og þar kemur hlekkur. Þannig að en heyrði, við erum náttúrulega að sjálfsögðu komin fram yfir tíma. Þetta var alltaf kannski hressilega knöpp áætluð dagskrá, en ég ætla að þakka Aldísi og Júlíu alveg kærlega fyrir að leggja af stað með okkur í þetta. Og endilega ef að þið viljið taka þátt í foreldraráði, það er engar sérstakar reglur um það hvort það eigi að vera 3 eða 5 eða 7 eða hvað. Þetta er bara, ég reikna með að næstum þá bara spjöllum saman í gegnum Teams. Og svo fáum við fulltrúa líka foreldraráð til þess að koma inn á skólanefndafundi sem eru einu svona önn og bara, að hafa samband, ég geti sett á, ég veit nú ekki, einfaldast sendi ef ég á að gera, ég sendi út Facebook síðu foreldrafélagsins og þá eru væntanlega upplýsingar þar, svo má líka senda bara HET-skóli e-mailadressuna mína og ég kem því bara áfram til Júlíu og hennar Aldísar. HET-skóli.is. Má ég segja eitt? Já. Ógeðslega snöggt. Bara, ég er í út á landi og sonur minn þurfti að fara suður strax eftir grunnskóla af því að það er ekki framhaldsskóli hér, þannig að ef það er einhverjir foreldrar sem er í þessari stöðu að bara endilega af því það er pínu öðruvísi, þú veist, ég skil það, þannig að bara, Þú talar Búðardal, er það ekki? Hvað sagðirðu? Og talar þú ekki úr Búðardal, Aldís? Jú, erum í Dölunum. Já, Dölunum. Þannig að en þá er bara spurning hvort það eru einhverjar spurningar til okkar núna, annars verðum við Guðrún og Andalín núna eftir inn á sérstökum hópi, ég ætla kannski að sýna ykkur hvað þið finnið ef þið deila eftir skjánum mínum. Það getur vel verið einhver annar en ég sé best í að svara spurningunum og mjög líklega
Þið farið hérna inn á vefsíðuna og farið hérna inn á fundi fyrir forráðamenn. Þá getið þið núna svissað yfir á byggingartækniskóla, það allar byggingagreinar, hárgull föt eru hér, rafeingreinar hér, skip, vél og málmur hér, jarðvirkjun, íslensku braut og K2 og hérna starfsbraut eru hér og náttúrufræðibrautir, upplýsingatækniskóla, allar upplýsingagreinar og ljósmyndun og slíkt er hérna. Svo eru við hérna, skólameistari, aðstoðarskólameistari, námsráðgjöf og sálfræðiþjónusta. Og úps, nú smelti ég orð á. En ef þið smellið á einhvern af þessum lekkjum þá getið þið komið inn í samtal núna. En við slítum þessum fundi þess að ef að það er ekki frekari hérna. Það er kannski vert að nefna að það eru hlekkir á tskóla.is inn á svona tímspjall fyrir hvern og einn undirskóla. Þannig að ef þið viljið ræða við skólastjóra í ákveðnum undirskólum eða námsráðgjafa eða slíkt þá eru hlekkir inn á vefnum okkar. Ok. Þá ætlum ég bara að þakka ykkur rosa vel fyrir og gefa ykkur tíma í þetta og endilega kíkið í heimsókn ef þið viljið heyra í viðkomandi skólastjóra eða öðrum á þessum lekkjum. Kærar þakkir.